Það komið að næsta hlaupi, bara strax. Áður en við förum í viðtal, það verður viðtal hér á eftir. Vona ég nái hérna Þórdísi Evu og Gunnari Páli hér eftir augnablik. En Kormákur Ari Hafliðason, hann bara hreinlega komin út á brautina í 400 metrar á hlaupinu. Við ætlum ekki að láta það fram hjá okkur fara. Kormákur Ari á 49.20 best, hljóp það á móti í Växjö í Svíþjóð fyrr á þessu ári. Hann fær nú því miður ekki að hlaupa hér á móti hetju dagsins Karsten Warholm, en hann fær að hlaupa meðal annars á móti þessum Nick Ekelund Arander. Og þið sem að mættuð á Reykjavík International Games síðustu helgi sáuð þar Nick Ekelund hlaupa vel. Hann kemur inn með 48.13, hljóp á aðeins lakari tíma á mótinu á rigg en svipuðum. Þannig að það ljóst að Kormákur Ari, hann þarf að hafa fyrir þessu hér. Það bara gaman að því, hann er efnilegur hlaupari. Sá ég Kormák Ara eitthvað högta þarna í byrjunni, mér fannst það. Og hérna koma þeir siglaðir fram úr honum, þeir eiga náttúrulega alveg fanta góða tíma þessi strákar, við byggumst alveg eins við þessu. En ég býst líka við því að sjá Kormák Ara koma sterkan inn. Hann nú eitthvað viltur strákurinn hérna, hann var eitthvað að flakka á milli brauta. Við vonum að það taki ekki úr honum allt hér á seinni helmingnum. Og mikilvægasta helmingnum að sjálfsögðu. Skiptir ekki öllu máli hvernig menn starta, heldur hvernig þeir koma í mark. Það Nick Ekelund, Íslandsviðlur, Arander sem að kemur fyrstur, nei ekki aldeilis. Það Erik Bak sem að stingur sér fram úr og sáði Kormák Ara. Það var alveg ljóst að Kormákur Ari var að koma hér á sitt fyrsta fullorðins Norðurlandamót. Hann var eins og ég segi að kálfur að vori hérna í upphafi, hann var eitthvað að högta, flakka á milli brauta, vissi ekki vart hvort hann var að koma eða fara. En í lokin sáu við þetta, þá kom Kormákur Ari með sprettþolið sitt sem við þekkjum hann svo vel fyrir og hljóp virkilega vel hérna síðasta hlutan. Ég vonaði að sjá þetta núna á skjánum, það var nóg eftir hjá Kormáki Ara. Þjálfararnir þurfa bara aðeins að fara yfir þetta með honum næst. Taka bara Karsten Warholm stílinn á þetta næst og bara spretta á fullu upp úr blokkinni. Þá mega þeir nú fara að vara sig þessi strákar. Þetta Kormákur Ari Hafliðason, ungur og virkilega efnilegur hlaupari úr FH sem var